Já, komið sæl. Það var víða kalt síðastliðna nótt en bjart og stillt veður. Það gerði reyndar él sums staðar á norðausturhorninu fyrirpart dagsins en annars var léttskýjað á landinu. En ský fóru þó að hrannast upp hér á vesturheimni, háský, núna seinnipart dags og það hefur unnið þá með þessa lægð og þessi skil sem er hér yfir Grænlandi á hádegi í dag. En á hádegi þá var hæðarhryggur yfir landinu en hann er nú að gefa eftir í rauninni og leita til austurs og við sjáum í rauninni þá þessar hreyfingar. Það bætir í vind hér í kvöld og í nótt og skilin koma hér inn á vestanvert landið í svona undir morgun og taka í rauninni svona morgundaginn í það að fara austur yfir land. Það mun hlýna dálítið skarpt þegar skilin fara yfir en þessi hlýi fleygur, svokallaði fleygur, hann er nú tiltölulega lítill sig og því mun nú bara hlýna stundarsakir því að baki skilunum leitar strax til okkar kalt loft og verður það á svona éljakenndara. En hvað var stöðuna þá í nótt og í fyrramálið að hér erum við klukkan 8 í fyrramálið svona þegar við erum að fara á stað út í daginn að þá verður suðaustan hvassviðri og jafnvel sums staðar stormur hér vestanlands á undan þessum skilum. Það getur verið að fremst í skilunum þá verði úrkoman skamma stund annarkvort slydda eða snjókoma en mun þó væntanlega ganga tiltölulega fljótt þá yfir í rigningu á láglendi. Sjálfsagt mun gera snjókomu eða slyddu til fjalla meira og minna úr þessum skilum en við sjáum að á vindatölum að það verður hægari vindur og úrkomi lítið austanvert landið svona til að byrja með en skilin fara síðan nokkuð hægt og örugglega þá austur yfir landið og seinnipartana þá verður þau komin yfir á Austurland. Getur rignt duglega úr þessum skilum sérstaklega þá hér suðaustanlands en að baki skilunum sjáum við að þar hefur tekið við öllu rólegri suðvestanátt og væntanlega munu élin koma hér inn þá á vesturhelmi landsins annað kvöld. Og á laugardaginn þá skilin nú búin að skríða hér út af landi og svona suðvestlæg átt í þessu eða vestlæg og má búast við minni áttar éljum hér, slydduéljum þá á Vesturlandi. En þegar bæði á norður og austurlandi þá verður laugardagurinn tiltölulega bjartur og hvað varðar hitafarið þá sjáum við ströndina hér vestanlands að hitinn fer nokkra gráður yfir frostmarka deginum til en er á öðru leyti svona í kringum frostmarkið víða frost norðan og austanlands en tiltölulega bjart veður þar. Og í framhaldinu þá á sunnudaginn þá eimir nú enn eitthvað af þessum éljum allan að fyrir hluta dags á norðvesturhorninu en hæglætis veður að öðru leyti á landinu og léttskýjað nokkuð víða. Getur verið sæmilega kalt í þessu inn til landsins en að öðru leyti verður hitastig í kringum frostmark og eins og áður sagði hæglætis veður getur verið þetta 8-10 metrar á sekúndu norðvestanlands en svona mestu leyti hægur vindur annars staðar. En það mun síðan eftir helgi byrja að blása af austri og það byrjar þá sérstaklega hér sunnan til á mánudaginn og ský munu hrannast upp á himni hér sunnan til og eitthvað mun hlýna hér sunnan á vestanlands en væntanlega þá áfram sólríkt landið norðan og austanvert og vindur yfirleitt hægur og frostatölur svona víðast hvar hjá okkur. En það sem sé hvað varðar nóttina og morgundaginn þá koma sem sé skil hér úr vestri, það mun hvessa hjá okkur og verða nokkuð hvasst á undan þessum skilum. Gul viðvörun á Breiðafirði þar sem vindur mun standa á fjöllum getur haft svona einhver áhrif sem menn þurfa allan að rýna í og rigning og hlýna nokkuð skarpt í þessu og skilin fara síðan austur yfir land þegar líður á morgundaginn. En látum þetta gott heitið að sinni. Verið sæl.